með 11-19 fyrir þar sem AB hangir á stöng. Og það sem við þurfum að finna eru tókkraftir T1 vinstra megin og við þurfum að finna tókkraft 2 og hornið þeta hægra megin. Og þegar við erum með þrjár óþekktar stærðir og svona krafta, þá getum við tekið vægi hjá þessum tveimur óþekktu þess að stytta það út. Því við vitum að vægið, sameiginlega vægið eiga að vera 0, þar sem vægið er skilgreint sem kraftur sinnum lengd, og við tökum vægið sem sagt hægra megin, að þá er það jafnt og armurinn sem sagt 0 sinnum T2 sínusinn af horninu. Það er krafturinn. Krafturinn sem sagt í uppsjónarstefnu er T2 sín af þetu. Og þess að vægisarmurinn er 0 þar, þannig sem við erum að taka vægið í þessum punkti. Og nú við þurfum að leggja við þetta AB-an, sem sagt 0,5 armurinn á honum sinnum 90 newtonmetrar, af því við erum sem sagt með 0,5 sinnum 90 newtonmetrar, og við ætlum sem sagt að leggja við vægisarminn á miðri stönginni sinnum þyngdina 240 newtonmetrar, og við fáum sem sagt, við þurfum að segja síðan pluss 3 metrar, sem er vægisarmurinn á T1 sinnum sínusinn af 150. Hérna er svolítið gott fyrir okkur að nota bara 150 því það fáum við rétt formerki. Þess að hérna vatnsreiknirnar sjá til þess. Þetta á að vera 0. Þannig að við getum stytt út 0 sinnum T2 sín þeta því að vægisarmurinn þar er 0. En eftir stendur 0,5 sinnum 90 sem er 45 newtonmetrar pluss 1,5 sinnum 240 newtonmetrar sem er 360 newtonmetrar. Svo erum við með sínusinn af 150 er hálfur, og þrisvarsinnum hálfur er 1,5 T1. Þetta var jafnt á 0. Þannig að við færum yfir jafnamerkið af 45 pluss 360, 405 newtonmetrar. Þetta var jafnt á mínus 1,5 T1. Þannig að við erum með 405 deilt í, þannig að það vera metrar, og passa bara því, 1,5 hérna, 405 deilt í 1,5, metrar og metrar, þannig að styrktum við. Þannig að við fáum þetta sem T1. T1 er þá jafnt og 270, mínus 270. Þannig að þess að við skilgreindum niður sem pluss og upp sem mínus. Ok, þá erum við komin með tókkraftinn í bandinu vinstra megin. Þá ætlum við að vitum við sem sagt T1. Og hérna við ætlum að finna út T2 og hornið þetu. Nú þurfum við átt okkur að því að það er halli á bandinu. Þannig að það eru kraftar bæði í uppsjónarstefnu og x-stefnu. Þeir eiga að vera 0. Þannig að við veltum því aðeins fyrir okkur áður en fyrir að skrifa eitthvað, það er að segja fyrir uppsjónan. Þá erum við með eitthvað T1 sinnum hérna sínusinn af 150. Við erum með masskraft þyngdina í miðjunni sem er 240 newton. Það er stöng. Svo erum við með AB sem hangir hérna, FAB sem er 90 newton. Svo erum við með T2 sínusinn af þetu hér. Þetta eru kraftarnir í uppsjónarstefnu, og í raun og veru þá ætla ég að breyta hvernig þessi snúa. Já, það var ekki alveg rétt í mér. Ég ætla að setja hafa svona sé að þeir sem þetta eru að halda stönginu uppi. Það skipa aðeins betra. Ok, svo hérna þess að velta fyrir sig kröftunum í x-stefnu, þá veitum við að hér er kraftur
sem að halda í hægri hliðina, og svo kraftur hérna vinstra megin sem T1 kósinusinn af 150. Þannig að við sjáum það sko að hérna eru kraftandi fyrir X og Y allir á mynd. Þannig að það sem við getum gert, nú ætla ég að skrifa T1 bara uppi svo ég geti fengið þetta pláss, góða pláss sem hérna niðri. Þannig að við getum ekki komið svolítið hérna fyrir. Þannig, ok, nú ætla ég að taka, við getum búið til tvær jöfnur með tveimur óþekktum. Þannig við byrjum á bara því að taka summuna af, við tökum summuna fx, þannig að það eru færri kraftar. Þeir eru náttúrulega 0, þar að segja T1 kós af 150 pluss T2 kósinusinn af þetu á variantan 0. Þannig að hérna T1 var 270, við erum með 270 kósinusinn af 150 er jafnt á T2 kósinusinn af þetu. Og 270 sinnum kósinusinn af 150 er jafnt og mínus 233,827 newton jafnt og T2 kós af þetu. Hérna erum við komin með eina jöfnu með tveimur óþekktum. Þetta er jafna 1 hjá okkur. En nú ætlum við að stroka út þetta stöf hérna. Við erum búin að ná í upplýsingarna fyrir það og ég þarf að nota þetta pláss sem er hér. Þannig að ég ætla bara að færa þetta þannig ég sé með jöfnuna T2 svartan T2 kós þeta er jafnt og mínus 233,827 newton. Ok, þá ætlum við að taka kraftasummuna af Epsilon-kraftanum og þá erum við með T1 sínusinn af 150 gráðum. Við erum með kraftinn á stönginni 240 newton. Við erum með kraftinn á apanum sem er 90 newton. Svo erum við með T2 sinnum sínusinn af þetu. Þetta á variant á 0. Þetta er summan. Þetta er summan á I. Nei, summan í sem á að vera 0. Reyna að gera þetta aðeins penna hérna. Já, og hvað var þetta? T1, já, svona. Ok. Nú ætlum við að setja T1 sem er mínus 270 sínusinn af 150. Við erum með pluss, hvað er þetta? 330 newton, er það ekki? Jú, pluss T2 sín af þetu jafnt og 0. Mínus 270 sinnum sínusinn af 150 gefur okkur töluna 135 newton. Við erum að leggja það saman við 330. Færum T2 sín þeta yfir jafnaðarmerki. Þannig að við leggjum 330 við 135, fóum 195 newton sem að mínus 195 færum þetta yfir jafnaðarmerki sem að T2 sín af þetu eru. Við erum komið með aðra jöfnu með tveimur óþekktum. Ok, þá ætlum við að setja þessar jöfnur sama sem við vorum búin að finna. Það hérna stróka hérna út. Rúlega þetta meðan þið meldi þetta. Þannig að ég kann ekki að stróka þetta svona út 1, 2 og 3, ég hef ekki orðin nógu að prófa í þessu. Þannig að við ætlum að setja hérna
þetta sem 1, þetta 1 og svo 2 hérna, maður setja hana hérna sem T2 sin þeta er jafnt og mínus 195 newton. Þetta er semst jafna 2, þetta er jafna 1. Þannig að við ætlum að hérna setja þær saman, þannig að það skiptir ekki máli hvora við veljum. Við ætlum að byrja að finna hornið. Við byrjum að finna hornið, þá ætlum við bara að taka jöfnu 1 og ætlum að einangra T2. Þannig að T2 er jafnt á mínus 233,827 newton deilt með kósinusunum af þetu. Og við ætlum að taka þetta og setja inn í þessa jöfnu hér fyrir T2. Þannig fórum við 233,827 deilt með kósinusnum af þetu, sinusinn af þetu er jafnt á mínus 195 newton. Þannig að sinusinn af þetu deilt í kósinusnum af þetu er sinnum sem sagt mínus 233,827 tonn er jafnt á mínus 195 newton. Nú ætlum við að fá pláss hérna. Þannig að hérna tökum bara setjum jöfnuna hérna niðri. Það skiptir ekki máli hvaða jöfnu við notum til þess að setja, hvora jöfnu við setjum þess að hornið inn í til þess að fá T2. Við tökum hérna suppulagt hjá manni maður, ja, svona, og ég er með þessa jöfnu hérna, ég sin þeta, kós þeta er tan af þetu og ég færi semst 233,827 semst undir strik hinum megin, semst newton deilt í mínus 233,827. Þannig að arkus tangent af 195 sem sagt mínus sem styttist út af 233,827 gefa mér hornið, sjá, 195 deilt 3,827 gefa mér hornið 39,83 gráður. Ok, þá er ég komið með hornið sem er í þessu og hérna nú duga fyrir mig að taka þessa jöfnu sem eftir er hann í rauða kassanum. Þið geta tekið hina líka sem ég strókaði út áðan. Ég færi sérst T2 færi sérst til 100-95 sinusinn af 39,823. Þá var ég að fá eitthvað sem segir 195 deilt með sinusnum af 39,823. Þá fæ ég mínus 304,44 newton sem að hérna T2 er. Þannig ég er búinn að finna T1 sem er mínus 270 mínus sem sagt newton og við erum í T2 sem er mínus 304,44 newton og hornið þeta er 39,83 gráður. Og búið að leysa þetta mig.